Bandaríkin ætla að stjórna Venesúela þar til nýr valdhafi tekur við. Þetta segir Trump forseti. Bandaríkjaher gerði í dag árásir á landið. Hann tók forsetahjónin og flutti þau úr landi. So we are going to run the country until such time as... Allt net og farsímasamband datt út á Tálknafirði á gamlársdag og farið var að kólna í húsum vegna rafmagnsleysis. Fyrirtækjaeigandi kallar eftir að varaaflsvél verði komið aftur fyrir í bænum. Íranir á Íslandi komu saman á Austurvelli í dag til samstöðu mótmæla með löndum sínum. Slæmu efnahagsástandi hefur verið mótmælt víða Íran síðustu daga. Nýrri rennibraut í sundlauginni í Þorlákshöfn hefur verið lokað vegna fjölda óhappa. Gestir hafa meðal annars meitt sig á hálsi og höfði eftir ferð í rennibrautinni. Gott kvöld. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríkin ætla að stjórna Venesúela þar til nýr valdhafi tekur við. Bandaríkjaher gerði í morgun loftárásir á nokkra staði í Venesúela og handtók forseta landsins, Nicolás Maduro og eiginkonu hans. Maduro verður leiddur fyrir dóm í New York. Trump hefur sakað forsetanum að standa að fíkniefnasmygli til Bandaríkjanna. Hann birti þessa mynd á samfélagsmiðlum í dag af Maduro í handjárnum og með hlífar fyrir augum og eyrum borð í bandarísku herskipi. Trump segir Bandaríkin reiðubúin að gera enn frekari árásir á Venesúela verði talin þörf á því. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. Bandaríkjaher gerði bæði árásir á hernaðarleg og borgaraleg skotmörk samkvæmt yfirvöldum í Venesúela. Ekkert hefur verið gefið upp manntjón í árásunum. Que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ýmsir hafa í dag minnt á mikilvægi þess að virða alþjóðalög og framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði árásirnar geta skapað hættulegt fordæmi. Fólk frá Venesúela kom saman víða heim í dag. Sumir fagna, aðrir óttast hvað taki við. Pues lo recibo con mucha cautela, precisamente porque ha pasado mucho tiempo y han pasado muchísimas cosas. Que nos invitan a ser cautelosos. Estoy feliz, emocionada, agradecida, muy agradecida con Dios por todo lo que está pasando, agradecida con Donald Trump. De verdad que jamás puse en duda que ese señor era el único que podía liberar Venezuela. Leiðtogi stjórnarandstöðunar María Corina Machado sem nýlega hlaut friðarverðlaun Nóbels hefur fagnað íhlutun Bandaríkjanna. Hún leggur til að frambjóðandi stjórnarandstöðunar í forsetakosningum í fyrra, Edmundo González, taki við forsetaembættinu, en líklega ganga málin þó ekki svo auðveldlega fyrir sig. Maduro á enn marga stuðningsmenn í landinu og þeir komu saman í dag. Spenna hefur aukist í samskiptum ríkjanna að undanförnu. Bandaríkjaher hefur sprengt báta frá Venesúela en bandarísk stjórnvöld saka áhafnir fíkniefnasmygl. Mestu olíuauðlindir heims eru í Venesúela og talið að árásirnar séu liður í fyrirætlunum Trumps að auka áhrif Bandaríkjanna í heimshlutanum. Bandaríkjaforseti greindi frá því í dag að forsetahjón Venesúela hafi verið flutt þaðan með þyrlu á herskip sem flytji þau síðan til New York. Þar hefur Maduro verið ákærður fyrir fíkniefnabrot og vopnavörslu. Alþjóðastjórnmálafræðingur segir Venesúela búa vilja frið og alvöru lýðræði. Ég held mikið bara Venesúela vilja vera í fríði, ég held. Og þar ekki til með þessi ríkis
og það ekki líka til ekki heldur með Bandaríkjanna innrás. For ég held núna bara tíma til að hafa einsamningin inn í alvöru spjall og hugsa hvað besta leið til að breyta þessi stjórn. Ég held núna þar sem við þurfum að spyrja okkur hvað markmið með þessi ögn og hvað markmið fyrir Bandaríkin. Så var han bara viljað að taka Maduro og senda honum til fangelse fyrir fíkniefnamál eða viljað Bandaríkin til að gera einhver fleiri og hjálpa með ný samningin og ný Venezuela-ríkin til að koma upp. Så þar gæti verið, þess vegna þau með mikið áhuga, mikið áhrif á Venezuela með olju, með lítium eða annars sem þar. Dillon segir að foringjar hersins hafi jafnvel meiri völd í Venezuela en forsetinn sem hefur verið handtekinn. Þegar þú ekki með forseti, þú á að vera forseti samt, þú á ráðherra samt, sem þar ennþá, þú á hermenn sem þar ennþá, sem þeir fólk sem í alvöru með vald í Venezuela. Svo svarið þeir að vera sem mikilvægt núna. Segja má að rómanska Ameríka sé í bakgarði Bandaríkjanna. Dillon segir að Trump hafi með skrifum sínum reynt að beita áhrifum sínum vegna kosninga þar nýlega. Á þessu ári eru kosningar í Brasilíu og Kólumbíu. Það skýrt að hann vildi hafa mjög áhrif núna á rómansku Ameríku og hafa þessi eins og öryggis lands fyrir honum. Svo það málið og spurningin það líka samt opinhör til að gera hvað sem Þorgerður Katrín, hver eru þín viðbrögð við tíðindum dagsins? Ég veit ekki hvort að ég eigi að segja að þessu óvænt að Bandaríkjamenn hafi farið í það að ná í Maduro en það líka alveg ljóst að Maduro hefur stjórnað Venezuela ekki ósvipað Hugo Chávez gerði með einræðistilburðum og brotið á mannréttindum, borgaralegu réttindum og við Íslendingar höfum meðal annars innan mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna ítrekað gagnrýnt Venezuela og síðast bara í janúar þá tókum við undir yfirlýsingar Evrópusambandsins og fleiri þjóða að efast lögmæti kosningar Maduros á síðasta ári þannig að það alveg ljóst að hann ekki og í mínum huga hefur ekki verið endilega lýðræðislega kjörinn og mér finnst gott að hann sé farinn en ég leið þá undirstrika það sem að kollega mínir þvert bæði yfir Evrópu, bæði vestanhafs og austan að það verður að virða alþjóðalög, það verður að fara að þjóðarétti og ég vona innilega núna að næsti tími hjá Venezuela verði tími lýðræðislega umbreytinga þannig að það verði hugsað mannréttindi, það verði hugsað frelsið, það verði hugsað fyrst og síðast lýðræðið sem hefur verið algjörlega skortur á. Ertu búin að heyra í kollegum þínum á Norðurlöndunum? Hver þeirra afstaða? Já, ég heyrði meðal annars í Espenni í dag og við höfum verið í samskiptum í dag út af þessu og við vil ég segja öll á svipuðu nótum, við auðvitað nálgast þetta varfærið á akkurat á þessari stundu en undirströngum það að við höfum ekki verið að viðurkenna Maduro og hans stjórn leið og við ítrekum mikilvægi alþjóðalaga og virðingu fyrir þeir og ég held að einmitt á síðasta ári að ég hafi ekki sagt neina setningu jafn oft að það að bera virðingu fyrir alþjóðlegum. Það algjört lykilatriði í heiminum eins og og ekki síst fyrir okkur Íslendinga. Heldur þú að Trump hafi þarna í dag með þessu að virða ekki alþjóðlög sett eitthvað nýtt fordæmi eða fært línurnar eitthvað? Já, það sem allavega það sem að gerast í heiminum í dag og ég nú ekki síst núna líka með hugan og það sem á ekki gerast að við missum fókusinn frá Úkraínu. Þar og hefa ítrekað núna á 4. ár, nú verða 4 ár núna í febrúar, hafa Rússar farið gegn Úkraínu með grimmili og hervaldi, misbeitt alþjóðalögum og farið fram með mikilli grimmd og ofbeldi og við höfum ítrekað það. Alltaf okkar afstaða þar hefur byggst á því að það verði farið eftir alþjóðalögum. Ég tel að það sé eitt og annað í þessum aðgerðum síðasta sólarhring sem að megi túlka að fara á einhvern leyti, já, svig við þjóðarétt en við sjáum hvað setur. Það skiptir öllu máli í mínum huga hvernig framhaldið verður og ég vona að það komist sér fyrst á lýðræðisleg stjórn í Venezuela. Við fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir komuna Þorgerður Katrín. Takk. Einn látin eftir 2 bíla árekstur á Biskupstungnabraut skammt sunnan við Þrastarlund. Þetta gerist á öðrum tímanum í dag. 3 voru í bílunum 2. 2 voru fluttir til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands en rannsókn slyssins í höndum lögreglu og rannsóknarnefndar samgönguslysa.
Farið var að kólna í húsum og tíma datt út fjarskiptasamband þegar rafmagnslaust var í 13 klukkutíma á Tálknafirði á gamlársdag. Íbúar eru langþreyttir á ótraustu rafmagni. Hver skellir skuldinni? Það byrjar alveg á toppinu, bara íslenska ríkið og svo allaleg niður í Orkubú Vestfjarða. 11. desember var rafmagnslaust í 5 tíma. Það var flögt þann dag á rafmagninu bara til lengri tíma. Það var allan daginn að koma inn og fara út og ég veit hvernig það er að það hefur mikil áhrif á tækjabúnað. Á gamlársdag sló aftur út og Tálknfirðingar voru þá án rafmagns í rúma 13 tíma. Og það sem að verra var þann dag að þá var símasambandi líka eitthvað stópult og datt út. Sendar fjarskiptafyrirtækjanna eru búnir varaafli en gera ekki ráð fyrir svo löngu straumleysi. Sendar Nova og Sínar duttu út 6-leytið og Símans stuttu fyrir 8. Í rúman klukkutíma var því hvorki farsíma né netsamband þar til Míla kom vararafstöð á staðinn. Það er þetta mikið óöryggi í því að hafa ekki síman, geta ekki aflað sér upplýsinga eða kíkt á fréttir og haft samband. Á Tálknafirði er rafkynding og það var farið að kólna í húsum. Maður sá það á Patreksfirði, það fylltust búðirnar á Tálknfirðingum. Það voru annarkvort að fá sér að borða heitan mat eða bara hlýja sér í bílunum sínum og hlaða í leiðinni og hitta fólk. Fyrirtæki á Tálknafirði þurfa að tryggja aðgengi að varaafli með tilheyrandi tilkostnaði. En svo í mínu tilviki þá hef ég raunin ekki fengið frí í 10 ár frá vinnunni. Ef Ragnar fer frá Tálknafirði kvíðar hann því að rafmagnið fari. 18. desember fór rafmagnið enn af þegar Ragnar var fyrir sunnan. Ég svaf ekkert þá nótt og þurfti að velta fyrir mér, er ég að fara að keyra heim núna eða ná strákanir að redda þessu, en sem betur fer þá náðu þeir að redda þessu. Það er náttúrulega þegar rafmagnið fer af sem að gerist reglulega á Tálknafirði, þá kveikir þessi stöð á sér sjálfkrafa og hún er í raun og veru óvirk núna, þannig hún vill meina að sér rafmagnslaust. Á Tálknafirði er ekkert varaafl þar sem tengipunktur Landsnets er í Fjarðarbotninum. Ég ætla bara að biðja til stjórnvalda eða Landsnets eða Orkubú Vestfjarða að þeir haldi þessari stöðina þanga til varanleg lausn er komin. 6 manns hið minnsta hafa beðið bana í mótmælum víðsvegar Íran síðustu vikuna. Kveikjan að mótmælunum er slæmt efnahagsástand. Gengi gjaldmiðils Írans hefur hrunið og matarverð hækkað upp úr öllu valdi. Fjöldi ríkja beitir Íran refsiaðgerðum vegna kjarnorkuáætlunar landsins. Mótmælin hófust í höfuðborginni Teheran og hafa breiðst út til fleiri borga. Þá kalla margir mótmælendur eftir því að æðsti klerkur landsins fari frá völdum. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að blanda sér í málin ef friðsamir mótmælendur eru drepnir. Íranir á Íslandi komu saman á Austurvelli í dag til samstöðu mótmæla með löndum sínum. We are protesting to show the international population. We are in front of Iranian protesters because they want to change Islamic Republic of Iran. And they are demanding our King Reza Pahlavi come back to Iran. This regime is actually 47 years murdering people, denying the law of women, denying the law of LGBTQs, denying the people wants to converting their religion. Most of us here are converting our religion to Christianity. We are not safe in our country. We want to ask also the world to support us, to real support us, not just post something in the social media. We want to real action. We want to be a victory against the regime. This regime is a kind of supporter of the terrorism all around the world. And we want to change this, but we can't because they have weapons, they have power. We are brave, but we can't get victory against their, weapons. Nýrri rennubraut við sundlaugina í Þorlákshöfn hefur verið lokað vegna óhappa. Hún verður ekki opnuð aftur fyrr en fullvíst er að hún uppfylli allar öryggiskröfur. Höfuðhögg, skurðir og grátandi börn. Þannig lýsa gestir sundlaugarinnar hér í Þorlákshöfn eftir köstum ferða niður nýjustu vatnsrennibrautina. Stigahúsið upp í rennibrautina sem nefnist Þrekinn er 12 metra hátt og kostnaður við hana nam 150 milljónum.
Rennibrautin var opnuð 20. desember. Í Facebook-hópi íbúa Þorlákshafnar og í Ölfusi hafa skapast umræður vegna fjölda slysa sem hafa orðið í rennibrautinni. Íbúar lýsa meðal annars meiðslum í baki og mögulegum heilarhristingi. Menn koma inn í trektina, þá eins og menn missi stjórn á aðstofn, missi stjórn á líkamanum og það eitthvað, getur haft með einhverja stillingar á vatnsmagni að gera. Í rennibrautinni taka sundgestir nokkrar beygjur áður en þeir koma inn í keilu, þar sem farið í nokkrar hringi áður en ferðinni lýkur með því að sturtast niður endaop. Keilan hallandi, svo að gestir fái meiri upplifun af hringsnúningnum inn í henni. Það greinilegt að það þarf að hægja á mönnum, menn fara greinilega á ratt og það þarf einhvern veginn að hægja á þeim, þannig að menn greinilega missa þarna tökin á sér. Þannig að það það sem gerist, þá skella menn niður. Meiðsli sundlaugar gesta hafa verið margskonar. Þetta svona höfuhöggmenn og þetta saumaða menn og menn marðir og svona þessi slys sem hafa verið og þau því miður hefur þetta komið fyrir, en við afskaplega leiðir yfir þessu. Rennibrautinni hefur verið lokað og hollenskir framleiðendur hennar skoða mögulegar ástæður slysana. Framkvæmdin nú öll hugsuð til þess að hafa gaman og leyfa fólki að lifa eitthvað skemmtilegt og gera eitthvað skemmtilegt og fyrir krakka og alla bara en ekki að fólk fari stórt slasað hér, en það ekki minningin sem við hugsuðum okkur. En það voru blessunarlega engin óhöpp í rennibrautinni í Harbin, dýragarðinum í norðaustur Kína, þar sem risapöndurnar Shishi og Shima glöddu gesti með ærslagangi. Ljóst að fleiri en mannfólkið hafa gaman að leika sér í snjónum. Starfsfólk dýragarðsins útbjó rennibraut fyrir tvíburana en þeir veltu sér líka í snjónum og heilsuðu upp á gestina. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dit. Og það að veðri, víða fallegt og bjart veður í kvöld og í nótt en norðan strekkingur og dálítil él austast. Það verður kalt í veðri, þykknar víða upp og dálítil él á víð og dreif á morgun. Svo dregur heldur úr frosti og hlánar sumstaðar við norður og vesturströndina. Og þá að íþróttum sem verða sendar út beint frá Hörpu í kvöld og þar Almar Ormarsson staddur. Almar, hvað að vera þarna? Já, hér síðar í kvöld þá verður valið á íþróttamanni ársins kunngjört. Það eru samtök íþróttafréttamanna sem standa að valinu líkt og í 69 skipti áður. Helga Margrét Höskuldsdóttir, þú ert að kynna hér í kvöld ásamt Einar Erni Jónssoni. Hverju mega áhorfendur eiga von á í kvöld? Bara eins og alltaf þá þetta mikil hátíð og svona uppskera fyrir bara íþróttalífið í landinu og mjög spennandi að sjálfsögðu. Þetta alltaf bara svona hátíðleg sem að fylgir þessu og þetta ekki náttúrulega ekki bara íþróttamaður ársins sem við verðum útnefna, heldur líka lið ársins og þjálfar ársins og svo nýr meðlimur tekin inn í heiðurshöllina og sjálfboðaliði verðlaunaður, þannig að það fullt á dagskrá hjá okkur, ekki bara íþróttamaður þó svo það sé kannski svona það sem við erum spenntust fyrir. Heldur betur, en við förum betur yfir þetta í íþróttum hér strax að loknum fréttum, kíkjum líka á mörkin í enska boltanum í dag en ekki missa þessu. Takk fyrir þetta Almar og Helga Margrét. En áður kveðjum ykkur skulum við rifja upp helstu atriðin í fréttatímanum. Bandaríkin ætla að stjórna Venesúela þar til nýr valdhafi tekur við, þetta segir Trump forseti. Bandaríkjaher gerði í dag árásir á landið, handtók forsetahjónin og flutti þau úr landi. Allt net og farsímasamband datt út á Tálknafirði á gamlársdag og farið var að kólna í húsum vegna rafmagnsleysis. Fyrirtækjaeigandi kallar eftir að varaaflsvél verði komið aftur fyrir í bænum. Íranir á Íslandi komu saman á Austurvelli í dag til samstöðu mótmæla með löndum sínum. Slæmu efnahagsástandi hefur verið mótmælt víða Íran síðustu daga. Nýrri rennibraut í sundlauginni í Þorlákshöfn hefur verið lokað vegna fjölda óhappa. Gestir hafa meðal annars meitt sig á hálsi og höfði eftir ferð í rennibrautinni. Og þá þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Og við minnum á vefinn okkar sem uppfærður allan sólarhringinn. En í kvöld þá kveðjum við ykkur með myndum sem Víðir Hólm tók af tunglinu í dag. Hafið það gott og verið sæl.